ætlum að enda þennan þátt með því að tala skýrslunni hérna aðeins til hliðar og tala raunveruleikann eins og blasir við heimilunum í dag. Það var lítil frétt sem að kannski fór fram hjá mörgum nýja skýrslu frá Seðlabankanum sem sýnir vanda heimilana og hún staðfestir á mörgum lítið það sem að má nú segja, þú hefur svolítið verið að lemja á Seðlabankanum, Marin og Gunnar Njálsson. Hún staðfestir það sem að þú hefur verið að segja og fleiri það að staða heimilana og staða skuldara sé verri en ríkisstjórnin hefur gengið út frá. Já, ég get ekki annað en bara fagnað mjög mörg af því sem kemur fram í þessari skýrslu að því leyti til að þarna er verið að staðfesta sem við hjá hagsmunasamtökunum og ég bara svona prjófið á mínu bloggi hefur verið að halda fram. Ég vil þó byrja því að taka fram að þessi skýrsla er mun betur unnin heldur en fyrri úttektir Seðlabankans og það kemur ofsalega margt fram þegar maður er að skoða þessi gögn sem ekki hefur komið fram áður. Já. Og það er sem mun betur vanda til hennar og þau eru alveg hrós fyrir það. Þeir eru svona almennt ekki að reyna að fela eitt eða neitt í einhverjum tölum eða talnaflækjum. Já. En það sem ég svona helst myndi vilja setja samt út á þessa vinnu hjá þeim er það að þegar þeir reikna með framfærslukostnaði heimila þá sækja þeir í framfærslu viðmiðin, það sem ég kalla naumhyggju framfærslu viðmiðin sem Ráðgjafarstofa fjármál heimilana er að nota. Naumhyggju framfærslu viðmið, já. Já, því að þetta eru bara sko þetta er bara ber beinin í framfærslu sem þarna eru. Þetta er svo lágt. Þetta er svo gríðarlágt. Já, okay. Vísitölu fjölskyldunum er ætlað 153.500 á mánuði í framfærslu. Að vísu fyrir utan áskriftir, síma, dagvist og eitthvað svoleiðis. Það er svona gert ráð fyrir því að það bætist eitthvað við út af því. En þeir taka þá tölu ekki inn í. Þeir taka ekki kostnaði vegna þess inn í hjá sér, þannig að þeir nota þessi 153.000. Síðan bæta þeir kostnaði vegna lánana og þar með bílalána og annarra lána nema þeir sleppa lín. Lánasjóðinn námsmanna, já. Og þar er mér sagt að meðal mánaðargreiðsla á námslánum sé 18.000 á mánuði hjá einstaklingnum. Þannig að það er þá 36.000 á fjölskyldu báðir námslán. Þannig að það virðist vanta svona kannski annað eins í framfærslu. Ok. Með það sem þeir eru að sýna hérna. En á móti kemur að þá segja líka, ok, þetta vantar, þannig að við skulum gera ráð fyrir því að þegar við tölum það að fólk eigi 0 til 50.000 eða 50 til 100.000 umfram, að þá sé sá peningur að fara í þetta. Okay. En ég vil halda því fram að við þurfum að fara ennþá lengur og þurfum að fara upp í 100 til 150.000 í afgang eða jafnvel 150 til 200.000 í afgang og taka það með. En hver er þá staða heimilanna miðað við þessa naumhyggju framfærslu og kannski hugsanlega miðað við það sem að væri kannski að tala eðlilega framfærslu? Sko, miðað við þessa naumhyggju framfærslu og þá erum við að segja það að einhver 14% heimila séu ekki ná endum saman. Ef við bætum svo þessum 100.000 kalli við sem Seðlabankinn tekur að þá erum við komið upp í það að 34,5% heimila séu ekki ná endum saman hverju mánaðamót. 34,5% heimila, já. Og ef við tökum svo þetta viðmið sem ég tel að sé réttlátt, að þá erum við að tala það að það sé svona nær því að vera 50% og alltaf 60% heimila sem ekki ná endum saman. Og þetta er náttúrulega svakalegt. Já. Við erum að tala samt dálítið mikinn mun af því hvaða þjóðfélagshópar þetta eru. Jú, við erum að sjá það að einstæði eða sem sagt barnafólk og einstæði sem hvort heldur einstæði foreldrar eru hjón með börn. Þau eru í verri stöðu heldur en hjón án barna og síðan einstaklingar almennt. Já. Við erum líka að sjá það að gagnvart eiginfjárstöðu, þá er talað það að 28.000 heimili séu með neikvæða eiginfjárstöðu, en þar að veru 60% ungra fjölskyldna með neikvæða eiginfjárstöðu í heimili. Og þá tölum við unga fjölskyldu, þá er elsti heimilismeðlimur yngri en 40. Svo þetta neikvæða eiginfjárstöðu, þannig að húsnæðið lánin eru orðin dýrari en húsnæðið. Já. Og þetta er að leggja þyngst á ungt fólk. Þetta er að leggja þyngst á ungt fólk. Og síðan er hægt að horfa á þetta líka út frá aldursdreifingu að þá erum við að horfa á það að þetta leggst þyngra á yngra fólk bara almennt. Svo þegar við förum að skoða þetta út frá
fyrir að skoða út frá svæðum á landinu, að þá Reykjanes, það staðan þannig að það 31% heimila sem í vanda, kannski, ég meina, skilgreina og kannski ekki nákvæmlega hverju vandinn Já. Og það fyrir utan, og það þá með þessari nauðmikjuframleiðslu notabenni sem vandinn Já. En þetta ekki að segja okkur, sko það náttúrulega menn að fá fram þessar tölur og þetta miklu svartari skýrsla en það sem við höfum verið með áður. Þetta miklu svartari heldur en við verið með áður. En við skulum líka hafa í huga að sko, í einu sumum gröfum þá sýnir það líka að þessi vandi, hann var ekkert allur að verða til í tengslu við hrunið. Já. Sumt af þessu vandi sem eldri og felst í því og við höfum regnað út í Hagsmunasamtökum heimilanna að vísitölu fjölskylduna vantar 1700.000 á ári í tekjur. Já. Til þess að standa undir til þess að tekjur standa undir framfærslu. Þá erum við bara að taka meðal framfærslukostnað sem Hagstofan með. Meðal tekjur eins og hafa komið fram í skýrslum Seðlabankans. Já. Að þá vantar fólk 1700.000 á ári. Já. Og hvar nærði þann penning þú tekur hann að láni? Já. Þannig að eignastaða heimilanna hefur verið smátt og smátt að versna. Já. Og það sést líka bara best að því að 2004 og þá voru skuldir heimilanna með bankakerfið 877 milljarðar. En í ársbyrjun 2009 að þá var þessi skuldastaða 2100 milljarðar. 2100 milljarðar? Já. Þannig stundum talaðum að það sé verið að endurreisa bankakerfi hér á Íslandi á öxlunum á heimilunum, á fjölskyldunum í landinu. Ég meina, það verið að gera það vegna þess að sko, þessi eigna upptaka sem varð á þessum 4 árum, hún náttúrulega alveg gigantísk, sko. Hún ekki bara hjá heimilunum, hún líka hjá fyrirtækjum. Og þó þú viljið kannski ekki, við ætlum ekki að tala skýrslunni í þessu samhengi að þá sjáum við það, ég hef nú ekki lesið skýrsluna, en þá sjáum við samt þar úr ýmsum svona brotum sem hafa birst úr skýrslunni að þetta var gert mjög skipulega. Þetta var bara eins og menn hefði bara sett upp plan það hvernig getum við mjólkað eins mikið út úr heimilunum og út úr fyrirtækjunum eins og hægt var. Já. En kallar þessa tölu sem núna komum fram og ég segi þetta fallið svona í skuggan af eldgosi og þessari skýrslu, kallar þetta ekki á frekari úrræði frá stjórnvöldum? Það fer ekkert á milli mála að þetta kallar á það að verði gert meira og það þarf að gera eitthvað, það ekki lengur hægt að halda bara áfram með þessari braut og við hjá Hagsmunasamtökum heimilanna höfum verið að skoða lausn sem felst hreinlega í því að taka lánin eins og voru í byrjun árs 2008, bæta einhverju hóflegu álagi á það og svo bara hreinlega frista það sem umfram það. Já. Þannig að fólk bara fer inn í sama greiðslumunstur eins og það var í og líka í sömu skuldastöðu. Það að segja þannig að þessar skuldir myndi ekki liggja á húsnæðinu, heldur yrðu veðlausar kröfur. Já. Og við erum að skoða hvernig þetta gæti passað inn í, hvort þetta framkvæmanlegt og hvað þyrfti að varast. Já. En það eru bara fleiri og fleiri sem að tala það að þetta sé það eina sem hægt að gera. Þetta verða að gera. Já. Ekki bara fyrir heimilin, heldur líka fyrir fyrirtækin. Við erum með mér skilst það 70% bænda í landinu séu raunar tæknilega gjaldþrota. Og hvað gerist þá ekki fer Kaupþing að reka kúabú og svínabú þeir reka svínabú en kindabú og fleira fjárbú. Þannig að við verðum að halda upp í matvælaframleiðslulandinu, þannig að það verður að gera eitthvað svona altækt. Það þýðir ekki að fara alltaf í einhverja sértækar aðgerðir. Ég hef sagt að það sé búið að bæta núna líknadeildina, það búið að tækja veða líknadeildina og gera hana mjög þægilega, en við erum ekkert að gera til þess að fækka þeim sem þurfa að njóta þjónustu líknadeildarinnar. Og núna þurfum við að fara að taka það skref að fækka þeim sem þurfa að fara á okkur. Marino, takk fyrir að koma í þáttinn, þetta búið hjá okkur í dag. Við sjáumst aftur að viku liðinni. Takk fyrir að horfa.